Aldrað fólk hefur verið flutt af Landspítala til Suðurnesja til að losa legurými á spítalanum. Enn til skoðunar að tvímenna í einstaklingsherbergi á hjúkrunarheimilum. Kanslari Þýskalands segir að heljarmikil gjá hafi myndast milli Evrópu og Bandaríkjanna. Sameinuð Evrópa sé svarið við breyttri heimsmynd. Hópur fólk sem var vistað á vöggustofum í Reykjavík hefur sent forsætisráðherra bréf og farið þess á leit að ríkið tryggi þeim sanngirnisbætur. Oddviti okkar borgar sem býður fram í Reykjavík í vor segir framboðið hægra megin við miðju. Okkar borg vill fækka hælisleitendum, hætta við borgarlínu og byggja á Geldinganesi. Sumir kettir virðast sækjast í að vera útivinnandi þó að launin séu oftast ekkert nema klapp og klór. Dæmi íslenskar kisur sem hafa öðlast heimsfrægð á samfélagsmiðlum. Gott kvöld. Aldrað fólk hefur verið flutt af Landspítala og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja til að rýmka til á spítalanum. Heilbrigðisráðherra segir að spítalinn þurfi meira fé og til skoðunar að leigja meira húsnæði fyrir hann. Til greina kemur að flytja sjúklinga sem hafa lokið meðferð á Landspítala og bíða eftir að komast á hjúkrunarheimili á sjúkrahótel og því yrði svo fundinn annar staður í leiguhúsnæði. Þetta var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun þar sem staða bráðamóttöku var á dagskrá en óvíst hvaða húsnæði verður fyrir valinu. Og það eru ekki hægt að taka hvaða húsnæði sem og reka þar heilbrigðisþjónustu. Aðrar tillögur sem ráðherra kynnti til lausnar vanda bráðamóttöku eru efling heimaþjónustu og að samþætta félagsþjónustu og heimahjúkrun. Áætlað að 4-5 milljarða vanti í rekstur Landspítala í ár en við gerð fjárlaga lá ekki fyrir hver fjárþörfin væri og það skýrist fyrst og fremst að kjarasamningi lækna sem tók árað útfæra. Og þar var munur á því sem að fjármálaráðuneyti áætlaði og spítalinn sjálfur. Fær Landspítali meiri peninga hvort þess var í áðinni? Hann fær fyrir matsdeildinni. Og þar á ráðherra við 20 rúma deild sem opna við bráðamóttökuna í sumar. Síðan auðvitað finnst mér sem heilbrigðisráðherra engin spurning að bæta kjarasamninga en þá eftir að ákveða hver sú upphæð er. En það þarf að leysa vanda bráðamóttöku hér og nú. Já, hvað væri hægt að flytja marga af Landspítala í dag og annað? Það er kannski ekki í dag en núna á næstu dögum eru allavega 17. Hvað hefur ráðuneytið gert til að koma fólki á spítalanum bara núna í vikunni? Það er verið að ræða við hjúkrunarheimilin og fjölga þar plássum. Síðan eru Kragasjúkrahúsin að hjálpa til, ekki síst Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og þangað var fjöldi sjúklingafluttur. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafa samtals 15 sjúklingar sem höfðu lokið meðferð á Landspítala verið fluttir á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, það sem af ári og þar af 2 í þessar viku. 120 sjúklinga bíða á Landspítala eftir að komast á hjúkrunarheimili. Forstjóri spítalans hefur sagt að flytja þurfi alltaf 70 af spítalanum til að bráðamóttaka geti starfað eðlilega og enn til skoðunar að tvímennt verði í einstaklingsherbergi á hjúkrunarheimilum. Það er vissulega ekki alveg búið að skjóta loku fyrir það. Hjúkrunarrými eru hlutfallslega fæst á höfuðborgarsvæðinu. Nýtt hjúkrunarheimili bætist við í maí og stefnt er að því að opna fleiri á næsta ári. Og hér við Mosaveg í Grafarvogi bak við Borgarholtsskóla á að reisa hjúkrunarheimili fyrir 144 íbúa. En það er gömul frétt því að skrifað var undir samning þetta hjúkrunarheimili á milli ríkisins og borgarinnar í maí 2021. Nú er febrúar 2026 og ekki byrjað. Mosavegs hjúkrunarheimilið er enn á áætlun samkvæmt svari félags- og húsnæðismálaráðuneytisins. Verið að uppfæra samkomulag við borgina, segir í svarinu, í samræmi við lög í mars í fyrra sem kveða á að ríkið beri alfarið ábyrgð á fjármögnun vegna uppbyggingar hjúkrunarheimila en áður greiddu sveitarfélög 15% stofnkostnaðar. Uppbygging hjúkrunarheimila heldur ekki í við þörfina. Hjúkrunarrými eru hlutfallslega fæst á höfuðborgarsvæðinu. Áramótin voru 49 hjúkrunarrými á hverja 1000 íbúa. Næst fæst eru þau á Suðurnesjum 55 en annar staðar á landinu fleiri en 60 á hverja 1000 íbúa. Mörg hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu hafa áform stækkun eða nýbyggingar.
Næst til að opna á höfuðborgarsvæðinu er hjúkrunarheimili við Urðarhvarfi í Kópavogi. Þar verða meðal annars 100 hjúkrunarrými. Stefnt er að því að opna í maí. Í glæsilegu húsi við Reykjavíkurflugvöll sem áður hýsti skrifstofur Icelandair og þar áður Loftleiða standa yfir meiriháttar endurbætur. Í húsinu verður hjúkrunarheimili með 87 hjúkrunarrýmum. Stefnt er að því að opna heimilið á næsta ári. Hjúkrunarheimilið Sóltún hafði lengi óskað eftir því við ríki og borg að byggja nýtt hjúkrunarheimili við hlið Sóltúns. Það gekk ekki og nú er því verið að byggja viðbyggingu við núverandi heimili. Þar verða 67 ný hjúkrunarrými. Stefnt er að verklokum á næsta ári. Í Hamraneshverfi í Hafnarfirði er stór lóð við Hringhamar 43. Sóltún heilbrigðisþjónusta ætlar að reisa þar hjúkrunarheimili með 99 hjúkrunarrýmum. Stefnt er að því að byggingarhraðinn verði mun meiri en áður hefur tíðkast og að heimili verði opnað í byrjun næsta árs. Samningaviðræður er í gangi við ríkið. Fyrir mánuði var skrifað undir viljayfirlýsingu um byggingu 108 rýma hjúkrunarheimilis í Vatnslíð í Hafnarfirði. Lóð hefur ekki verið úthlutað en þó er stefnt að opnun 2029. Almenn hjúkrunarrými í landinu voru 2910 áramótin. Þá biðu 667 eftir hjúkrunarrými. Þeir eru 300 fleiri en í árslok 2019. Á höfuðborgarsvæðinu þarf að bíða lengst eftir hjúkrunarrými. Í fyrra hafði 41% beðið lengur en 3 mánuði eftir að komast á hjúkrunarheimili. Eitt reyndasti öldrunarlæknir landsins segir miklu skipta að stórefla hjúkrunarþjónustu. Margt annað sé hægt að gera en að flytja fólk á hjúkrunarheimili. Neyðarástand er á Landspítalanum meðal annars vegna þess ekki er hægt að útskrifa fólk sem ekki getur búið heima og ekki er pláss fyrir á hjúkrunarheimilum. Núna er verið að setja fer fólk inn á bráðamóttöku, það endar í biðúrræði og fer svo loksins inn á hjúkrunarheimili á mjög stuttan tíma. Þetta er ekki nógu gott. Við getum gert betur. Sérstök nefnd, færni og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi metur hvort fólk kemst á biðlista fyrir hjúkrunarrými. Pálmi Vaffi Jónsson, öldrunarlæknir, starfar nú hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en er fyrrverandi yfirlæknir á Landspítalanum og prófessor og hefur verið formaður nefndarinnar á höfuðborgarsvæðinu í meir en 17 ár og hefur líklega farið yfir 20.000 umsóknir. Fjöldi umsókna hefur aukist, segir hann. Mikil veikindi, en ég sé líka brostin tækifæri. Megin þungin í öldrunarþjónustu hefur verið að byggja hjúkrunarrými og það er alltaf talað um það sem 1, 2 og 3 og svo er því bætt við sem eftirmála eða neðanmálsgrein að það mætti nú gera meira fyrir fólki heima. Við þurfum að stórefla samfélagsþjónustuna. Það er að gera með því til dæmis að auka samvinnu lækninga á hjúkrunar og fleiri faggreina fyrir þá 2000 sem fá heimahjúkrun. Setja mætti sólarhrings heimahjúkrun á fyrir þá 200 í þessum hópi sem eru veikastir í stað þess að senda á bráðamóttökuna og fjölga þyrfti plássum í dagdvöl. Þetta úrræði þarf að vera tímanlegt og til staðar þegar fólk þarf á því að halda. Síðan er þetta hugtak hvíldarinnlagnir. Ég vil leggja það til hliðar. Þannig mætti að setja á laggirnar sjúkrastofnun en ekki sjúkrahús fyrir 200 mann sem ekki hefði þar varanlega búsetu. Þar væri aðal áherslan lögð á sérsniðna endurhæfingu og örvun tímabundið svo fólki getur flutt aftur heim. Þá þyrfti að koma á endurhæfingu eftir sjúkrahúsdvöl til að skera úr hvort fólk geti flutt aftur heim. Eldra fólk sem liggur á sjúkrahúsi þarf endurhæfingu bara eftir rúmleguna, segir Pálmi. Hver einn dagur á sjúkrahúsi þýðir 2 í endurhæfingu. Og svo er ekki boðið upp á endurhæfingu og þá erum við að búa til fólk sem þarf á hjúkrunarrými að halda og varanlegri dvöl. Allur skortur á þessum samfélagsúrræðum leiðir til þess að þungin er í þessa átt að þurfa að fara á hjúkrunarheimili sem er dýrasta úrræði í samfélaginu. Rekstur á hverju hjúkrunarrými kostar meir en 21 milljón króna á ári. Pálmi segir að auðvitað kosti þessar tillögur hans þó nokkuð en þó mun minna en hjúkrunarrýmin. Leið og við bætum lífskeiði þá drögum við kostnaði. Vegna þess að öll vanræksla, hún kostar, hún er mjög dýrkeypt fyrir allt samfélagi, fyrir einstaklingana að sjálfsögðu fyrst og fremst líka. Þá að öðru. Nýr veruleiki í öryggismálum heimsins er í brennidepli á árlegri öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi sem hófst í morgun. Kanslari Þýskaland segir að svarið við þessari breyttu heimsmynd sé sameinuð Evrópa. Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort
gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel. Á síðustu ráðstefnu fyrir ári síðan þótti mörgum heimsmynd síðustu áratuga rakna upp í beinni þegar nýr varaforseti Bandaríkjanna sagði ógnir sem steðja að Evrópu heimatilbúnar, ekki frá Kína eða Rússlandi. In Washington, there is a new sheriff in town. Pólitískur glundroðin í kjölfarið varð slíkur að forsetiráðstefnunar brast í grát þegar hann sleit henni. Let me conclude, and this becomes difficult. Og þess vegna spennan svona mikil í ár. Hvaða línu leggja Bandaríkjamenn að þessu sinni? Í ár það Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sem ávarpar ráðstefnuna. Hann í fylgd stærstu sendinefndar sem Bandaríkin hafa nokkru sinni sent á Bayerischer Hof hótelið í München. Skýrsla öryggismál í heiminum sem unnin var í aðdraganda ráðstefnunar var sérstaklega harðorð. Yfirskriftin í eyðingu ber gott vitni innihaldið. Það sem meðal annars segir að stjórnmál uppbyggingar eigi ekki lengur upp á pallborðið á alþjóðavettvangi, heldur frekar stjórnmál eyðileggingar. Í eyðingu, þetta sannarlega dramatískt orðalag. Ingólfur Bjarni, fyrra hafðu kannski ekki allir heyrt minnst á þessa öryggisráðstefnu, en nú beinast allra augu að München. Hvernig lest þú í þessi telur? Já, þetta óneitanlega svolítið bergmála vans í fyrra. Maður vanur því að kansleri Þýskalands mæti svona degi 2 á þessa ráðstefnu og flytti svona mildaræðu, lítilátur, ljúfur og kátur, en þarna vildi Merz ríða á vaðið, tala skýrt og augljóslega bæði svara vans, en kannski líka fylgja svolítið fordæmi Marks Karnis frá því Davos í janúar, vera skýr og afgerandi. Akkurat. Skilaboðin virtu skýr að Evrópa, það minnst Þýskaland gæfi bara ekkert mikið fyrir þessa ræðu J.D. Vance í fyrra. Nei, hann tók að vísa undir gagnrýni hans á Evrópuríkina. Þau hefðu betur girt svolítið fyrr í brók og axla ábyrgð á eigin vörnum, en að öðru leyti hafnaði hann eiginlega bara trumpisma, refsitollum, einangrunarstefnu og orðræðinni. En áherslan var svolítið á að Evrópa yrði núna að fjárfesta, efla varnir, og það myndi kosta fórnir, og það strax ekki seinna. Hvað þýðir það bara svona reynt praktískt? Já, það kannski stóra spurningin, sko. Hann talaði líka að það þyrfti svolítið að ráðast á skriffinskunu í Evrópu. Segjum að það takist, þá það samt eftir að taka nokkur eða ekki mörg ára að byggja upp bæði tæknibúnað og mannskap til þess að Evrópa geti staðið undir eigin vörnum, og fram að því hún einfaldlega undir pilsfaldinum á Bandaríkjunum hvað það varðar, hvað sem raular og tautar. En við sjáum kannski líka í þessu svona ákveðin menningarmun á því hvernig menn nálgast þetta austanhafs og vestan. Í Evrópu menn að tala fyrir stefnu, en aðgerðirnar ekki alveg á hreinu, meðan að fyrir vestan voða mikið aðgerðir, en stefnan ekki alveg skýr. En svo heldur þetta áfram á morgun, ekki? Jú, Rubio mætir klukkan 8 í fyrramálið í pontið, þó hann sé heldur diplomatískari heldur en við erum vön að Vance, þá bíða menn samt spenntir eftir því hvað hann segir. Akkurat, og við fylgjumst að sjálfsögðu með því og segjum fréttir. Takk fyrir komuna hingað, Ingólfur Bjarni. En þá að allt öðru. Nokkrir þeirra sem dvöldu sem börn á vöggustofum Thorvaldsens félagsins og Hlíðarenda hafa farið fram á að sett verði lög sanngirnisbætur. Alls voru 1558 börn vistuð á vöggustofum á árum áður. Af því að það eru engin lög í gildi sem þýðir að engar sanngirnisbætur eru greiddar út meðan á þessu lagaleysi stendur. Við erum ekki að fara í mál við ríkisstjórnina, við erum ekki að stefna einum eða neinum, við erum einfaldlega að hvetja til þess að það verði samin sanngjörn lög sem að bera dám af þeim lögum sem voru í gildi 2010. Hann segir aðstæður á vöggustofunni hafi verið skelfilegar. Ef að barn grét, það mátti ekki taka upp og hugga, það var bara látið liggja og gráta þar til að hætta að gráta. Og manneskjur eru þannig gerðar að það einfaldlega hætta þá bara að gráta, það því að fá enga aðhlynningu. Engin leikföng voru á vöggustofunum og unga börnin rænd allri nánd, hlýju og kærleika. Sem dæmi þegar var verið að gefa þeim að borða, þá átti að mata þau þannig að sá sem sáum að mata, hann var fyrir aftan barnið, og til þess að myndi ekki myndast augnkontakt. Foreldrar gátu ekki snert börnin sínum, þau þurftu að horfa þau gegnum gler og þar fram eftir götunum. Stefán var á vöggustofunni Hlíðarenda frá því hann var 2 vikna og þar til hann var 15 mánaða. Náttúrulega man ekkert á þessu, en
Ég áttaði með svo löngu síðar að þetta hafði haft mikil áhrif á mitt líf. Það er ákveðin tilfinning sem fólk talar sem maður getur ekki útskýrt, sem svona eitthvað slags tóm sem alltaf innra með. Móðir hans var einstæð og þurfti að vinna tvöfalda vinnu og gat ekki sinnt Stefáni. Móðurbróður hans blöskraði aðbúnaður barnanna á Hlíðarenda og tók hann að sér. Og ég vil meina að það hafi bjargað mér, sko. Ef ég hefði verið þarna mikið lengur, ég veit ekki hvað er ég, sko. Hlutfall örorku og dauðsfalla mun hærra í hópi vöggustofubarna miðað við jafnaldra þeirra. Og það sem versta er í þessu er að viðkomandi aðilar, meðferðaraðilar sem sáum þetta allt saman, þeir vissu þetta. Það voru komnir sérfræðingar fram sem héldu því fram að þetta hefði skaðlega áhrif á börnin. Það var viðurkennd kenning í þessum fræðum á þeim tíma að þetta væri ekki af hinu góða. Ég er einn af þessum heppnu, en því miður veit ég margar sögur þar sem viðkomandi hafa ekki farið vel úr þessu alls saman. Þetta eru einhver mikilvægustu mótunarár manneskju. Þannig þetta var eitt stórt klúður, held ég, og fékk að halda áfram allt og lengi. Jafnvel þó að gagnrýnisraddir sérfræðinga og annara væru sífellt að heyrast, þá fékk þetta bara að renna áfram, því miður. Erlendur ferðamaður slasaðist alvarlega þegar hann féll næstum 20 metra nærri Selvallavatni á Snæfellsnesi í dag. Björgunarsveitir voru kallaðir út og einnig þyrla Landhelgisgæslunnar sem flutti manninn á spítala. Ekki fengust upplýsingar líðan mannsins en hann var með meðvitund þegar björgunarsveit kom á staðinn. Okkar borg sem býður fram í Reykjavík í vor vill hætta við þéttingu byggðar og segja upp samningum hælisleitendur. Oddvitinn vill að borgin beiti sér fyrir vaxtalækkun. Við erum hægri flokkur. Okkar borg hefur ekki boðið fram áður í Reykjavík og verkefnalistin er langur. Við viljum að breyta samgöngumálunum, við viljum breyta menntamálunum eins og langt og við getum, við viljum laga þessi leikskólamál, við viljum beita okkur í lækkun vaxta. Hvernig gæti kjörin fulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur beitt sér fyrir lækkun vaxta? Reykjavíkurborg er stór skuldari og við hljótum að geta lagt áherslur á Alþingi að taka á þessum málum í eitt skipti fyrir öll. Þið hafið ekki fulltrúi á Alþingi? Nei, en við hljótum að hafa, ef við komumst til valda í borginni að einhverju leyti, þá hljótum við að hafa áhrif þangað. Annað sem framboðleikur áherslu á að segja upp samningum Reykjavíkurborgar við ríkið móttöku hælisleitenda sem Sigfús segir kosta borgina mikið og víkja frá þéttingu byggðar. Við viljum dreifiðari byggð, lágrekstari byggð, við viljum henda þessari borgarlínu út. Síðan er staður þar sem við eigum og enginn hefur eiginlega vilja hefja leik þar og það er Geldinganes. Það eru 400 hektarar. Þar sjáum við fyrir okkur bara vinnu borgarina framöndan í lágrekstri byggð. Fyrir rúmu 30 árum varð Sigfús uppvísa fjárdrætti og leikskóla sem hann veitti forstöðu. Hann segist ekki telja að það hafi áhrif á gengi framboðsins. Ég hef búin að gera þetta upp við mig og mína og ég held að það nægi. Sigfús er í forsvari fyrir hópinn Ísland þvert á flokka sem hefur gagnrýnt stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum en hefur ekki áður tekið þátt í skipulögðu stjórnmálastarfi. Hefur verið skráður stjórnmálaflokk? Já, 40 ár í Sjálfstæðisflokknum. Okkar borg er opin fyrir öllu meirihlutasamstarfi en Sigfús segir sumt í stefnuskráni, nær stefnu sumra flokka en annara. Ég hef ekki séð stefnuskrá miðflokksins en ég hef nú heyrt einhverjar skoðanir þeirra. Sumar þeirra eru nálægt okkar skoðunum. Suður-kóreska leyniþjónustan segir að Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, ætla á næstunni að útnefna eftirmann sinn í embætti. Arftakinn er dóttir hans á táningsaldri. Kim Joo-ai er nafn sem vert er að leggja á minnið. Upp á síðkastið hefur þótt sífellt líklegra að hún verði gerðað eftirmanni föður síns sem leiðtogi þessa lokaðasta ríkis heims. En nú telur suður-kóreska leyniþjónustan sig vissa það. 국정원은 김주애가 지난 공군절 행사와 금수산 궁전 참배 등 존재감이 부각을 계속되어 온 가운데 일부 시책에 의견을 내는 정황도 포착되는 등 재반 사항 고려 시에 현재 후계 내정 단계에 들어간 것으로 국정원은 판단하고 있습니다.
Kim Jong-un hefur alla tíð reynt að halda einkalífi sínu leyndu. Eiginkona hans, Ri Sol-ju, sást fyrst opinberlega nokkrum árum eftir að þau gengu í hjónaband. Talið að þau eigi 3 börn og að Kim Ju-ai sé þeirra annað barn, en hin börnin hafa aldrei sést opinberlega. Ekki vitað hvað Ju-ai gömul, líklega á bilinu 12 til 14 ára. Suður-kóreska leyniþjónustan telur sig vita að hún hafi þegar fengið leiðtogaþjálfun og sé stundum leyft að hafa skoðanir á stjórn ríkisins. Líklegt þykir að Norður-Kóreumönnum og þannig heimsbyggðinni allri leið verði kynnt ákvörðunina á flokksþingi kommunistaflokksins síðar í mánuðinum. Hér Kim Ju-ai í Kungsusan-hofinu í Pjongjang, einum helgasta staða landsins, með foreldrum sínum og fjölda mektarmenna. Þarna hvíla afi hennar og langafi, fyrrverandi leiðtogar Norður-Kóreu. Sérfræðingar segja að þessi heimsókn í lok síðasta árs hafi þjónað þeim tilgangi að kunngjöra eilífu leiðtogunum tveimur hver sé næstur í röðinni. Stolt, ólgandi ástríður og afbrýðisemi eru rauði þráðurinn í óperunni Carmen sem lifnar við í Tjarnarbíó í kvöld. Það styttist í frumsýningu og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður í Tjarnarbíó. Já, og eftirvæntingin farin að aukast, maður svona finnur fyrir því hérna inni í sminkinu. En Adolf, þú leikstýrir verkinu. Hvernig eru taugarnar? Sko, hjá mér persónulega það eru bara góðar. Ég get náttúrulega bara að tala fyrir sjálfum mig, en ég held að það sé alltaf meira eftirvænting að opna dyrnar fyrir áhorfendum og sýna hvað við erum búin að gera síðustu mánuði, sko. Og þannig já, við erum bara mjög spennt. Þið eru að setja í nýjan búning? Já, þetta glæný útsetting eftir austurrískt tónskáldana við Joe Taising og hann lætur bara 3 hljóðfæri spila alla óperuna. Og þetta gefur alveg bara glænýjan lestur á verki og vorum með fullan sal áhorfendum í gær á forsýningu og þeir sem þekktu verki A til Ö, þeir bara sögðu eins og að þetta væri bara glænýtt verk fyrir þeim. Þannig að þetta er mjög merkilegt, sko, þessi útsetning. Maður finnur líka svona einhvern veginn annan anda þegar maður er komin inn á sviðið. Já, á sviðinu gerast töfrarnir, sko. Kristín, þú fer með aðalhlutverkið. Hvernig líður þér? Mér líður bara vel og glöð að þessi loksins komið að þessu. Þetta er bara algjört ævintýri, þetta ferli og frábært listrænt teymi og listamenn, tónlistarmenn, þannig að við erum bara svo glöð að fá að deila þessu með fólki. Hvað ætlið að bjóða áhorfendum upp á í kvöld? Gleði, fullt af gleði, líka spennu, þetta er alveg drama og svo er þetta smá segðandi líka, þannig að þetta er bara eiginlega allir pakkin, ég myndi segja það, sko. En ég get alveg bara leyft ykkur að heyra smá sýnishorn, ef þið viljið. Endilega. Það ekki. Við að taka Segir Día? Já. Það tóninn. Hjá borgarmórum sem þar rekur knæpu hún fía. Þar tönsum við tvesegetti og snaupum smó manzanilla. Það vantar ekki dramatíkina þarna og við höldum okkur við dýfurnar því kötturinn Mandla á Akranesi hefur tekið að sér vitavörslu á Skaganum. Hún í hópi íslenskra katta sem hafa öðlast heimsfrægð á samfélagsmiðlunum. Dæmir að ferðamenn komi yfir hálfan hnöttinn til að berja þá augum. To see Ophelia. I have a 3-legged white kitty at home, the Dude. Here from the U.S., Colorado, and also to see the Northern Lights, but I couldn't leave without seeing Ophelia. Ophelia heldur til í Æsmart á Skólaverðarstíg. Like she became really big on TikTok last summer. Then ever since, I mean, people were already coming for her before then, but now a lot of people come just for her. Is she good for business? I think so. I think Icewear should be really happy to have her. And she doesn't require a lot of pay? No. We sometimes get her treats and we brush her and, love her, but that's all. Fleiri dæmi íslenska ketti sem hafa öðlast heimsfrægð á samfélagsmiðlum. Það eru eflaust fáir jafn frægir og Diego sem heldur til í Skeifunni, ýmist í Hagkaup eða í A4. Hann er mjög vinsæll, bæði hjá litlum viðskiptavinum og stórum. Hann allavega trekkir vel að þessi elska. Svo er það kötturinn Guðmundur Petró í Glæsibæ sem mætti segja að sé frægur að endemum. Hann komst í fréttir nýverið fyrir að nappa harðfisk úr verslun Netto.
Nýjasta stjarnan svo hún Mandla sem virðist taka starf sitt sem vitavörður á Akranesi mjög alvarlega. Hún orðin starfsmaður búin að vera inn í bara allavega 1,5 ár og alltaf mætt hérna yfirleitt áður en ég mætti í vinnu, svona 10 á mótana. Og hún svolítið vinsæl svona hjá ferðamönnum sem koma til að skoða vitann. Já, þeir taka mikið af myndum á henni og hún er með Facebook-síðu sem heitir Mandla litla vitavörður og alveg elskar alla athygli. Samkvæmt GPS-tæki sem Mandla með hálsinn gekk hún einn daginn samtals 37 kílómetra fram og tilbaka milli vitanna og heim til sín. Takk fyrir daginn. Sjáumst á morgun. Þá skulum við heyra hvernig viðrar og menn og ketti. Austlæg átt á morgun, gola eða kaldi en strekkingur syðst. Dálítil él austanlands og jafnvel við suður- og austurströndina af og til, annars víða skýjað með köflum. Áfram kalt engum inn til landsins og að næturlagi en mildara yfir daginn. Bætir í vind allra syðst annað kvöld. Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Dagur Benediktsson varð í 69. sæti í 10 km skíðagöngu með frjálsri aðferð á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu í dag. Aðstæður voru erfiðar. En brautin náttúrulega bara ótrúlega erfið. Norska undrið Jóhannes Hösflot Klepó vann sín 3. gullverðlaun í 10 km eftir harða keppni sem stóð tæpt. Jóhannes Hösflot Klepó, hvað ertu? Og Frakkar halda áfram að hlaða inn gullverðlaunum í skíðaskotfimi og Ástralía vann sín önnur gullverðlaun í ár. Þetta og fleira í íþróttum eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Aldrað fólk hefur verið flutt af Landspítala til Suðurnesja til að losa legurými á spítalanum. Enn til skoðunar að tvímenna í einstaklingsherbergi og hjúkrunarheimilum. Kanslari Þýskaland segir að heljarmikil gjá hafi myndast milli Evrópu og Bandaríkjanna. Sameinuð Evrópa sé svarið við breyttri heimsmynd. Og hópur fólk sem var vistað á vöggustofum í Reykjavík hefur sent forsætisráðherra bréf og færi þess að leita ríkið tryggi þeim sanngirnisbætur. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is en við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl og góða helgi.